Góðan og blessaðan daginn. Hér eru edragösarnir byrjaðar að blómstra og ein vorýris og fleiri á leiðinni. Þannig að ég hef ekki að vona að vorið sé bara hér bil komið. Krókusar sem getur nú farið að blómstra á næstu dögum. Típilega liljurnar byrjaðar að blómstra, bæði þessi bleika og þarna þessi bláa. Og snæstjörnur svona dreifðar líka. Þetta er mættur. Nú eru föstu rósurnar byrjaðar að gægjast upp. Sé nú enga knúpa ennþá. Vonandi kemur eitthvað af blómum. Það getur mjög vel verið komið tími til að taka jólaljósin niður af þynninum. Ég tímdi ekki að taka þau meðan snjórinn var, loksins þegar jólasnjórinn kom. En vonandi er ekki mikill snjór framundan, þannig að þetta verður ótt að fara að taka þetta niður. Fiskarnir eru sprækir og vatnaliljurnar aðeins byrjaðar að gægjast upp, komið nokkur laufblöð. Geti þurft að gefa þeim að borða, virðist vera til í það. Komið eitthvað að laukum hér sem eru farnir að blómstra. Skulum við kíkja. Hér eru krókusar. Það er alveg að springa út. Þetta er Blue Marlin. Óbúslega falleg blá tegund. Og písi. Það var ekki að kíkja á burnuna, sjá hvernig þeir líti út eftir allir þessi kuldaköst. Þeir eru ennþá, það er eitthvað grænt og hér er lúnajurt að koma upp, eða læknajurt og það eru meiri gufsnar. Þetta er köldugrasið, það lítur vel út, virkilega flott. Og svartburknin er bara nokkuð sprækur líka. Þannig að já, það byrjast bara alltaf að koma ágætlega út undan vetri. Hjartatunguburknin. Svo er hérna brúskur sem eru ennþá sofandi. Nú er eitthvað í að þær fara að gægjast upp. Bambusarnir eru enn grænir. Aðeins stættir eftir allt rokið en líta annars bara vel út. Þeir eru eftir að klæða þetta af sér í sumar. Óbeliskjarnar líka, það er mjög fín. Svo er hérna mjallarhyrnir sem að, já, lítur nú bara þokkalega út. Það er pínlítið kal í honum en ekkert svo mikið, þannig að vonandi heldur hann bara áfram að stækka hérna. Þetta er, hvað hérna nú? Miracle, held ég. Svo er annar hér sem ég held að ég hef nú kannski verið full brött að setja beint út, hann er svo lítill.
Ég flutti inn í fyrra. En já, þetta alltaf í lagi. Man hefur ekki yrkisætti á þessum með gulu laufi. Þannig að hann verður flottur hérna með rósunum. Hérna annar Blue Marlin, alveg að fara að blómstra. Og vorurísirnar stutt í að þær blómstri. Svo hérna hörpulauf sem ég flutti inn í fyrra. Þetta hvað þetta? Argentea variegata. Og hérna önnur Gertrude Jekyll, hvítum blómum. Þetta allt á lífi. Það gott. Þessi þreytist aldrei. Náður því? Hvað ætlar þú með það? Sýnist nú knúparnir lyfjastunum hafa sloppið nokkuð vel gegnum þetta frost. Styttist í blóm hérna. Og túlípanar að byrja að gæðast upp. Það verður veisla. Það er einhver bið á að voru lyklarnir sýni blóm. Þeir eru ennþá bara rétt að byrja að gæðast upp. Þannig það er mikið framundan. Það er pínu erfitt að átta sig á því að þessu stigi hvort að staðirnar séu lífs- eða liðnar, sérstaklega koparsturinn. Hún er ansi koparlituð, þannig að það kemur ekki ljós fyrir þegar hún fer að hóra betur hvort það kemur eitthvað nýtt upp. Sýnist nú þessi vera á lífi. Þetta er hérna Vanilla Ice. Svolítið það er best að klippa það bara niður og sjá hvað kemur upp. En Feather Falls aftur á móti hefur haldið sér bara ansi vel. Það sér alltaf á henni. Hún lítur mjög vel út. En gaman að því. Fyllt af hófsúrlegin, alveg hlaðin knúpum. Stutt í að hún fara að blómstra. Og svo kúrir hérna lítil hvít sem ég flutti inn í fyrra. Hún er líka með knúpa. Og blómslefið er að byrja að gæðast upp hérna. Ég tók hansi vel af því í haust, þannig að ég er að vona að ég geti boðið einhverja plöntur til sölu með vorinu þegar plöntusalinn opnar í maí. Það er komið tími til þess að reyna reisa við eyju jólarósuna. Hún er ansi bústnir knúparnir hérna. Þannig að það verður gaman þegar hún blómstrar. Það bara sér ekki á henni. Ótrúlega græn og flott. Hér eru líka útsprungnir vetrarkósar. Þeir eru alltaf fyrstu vorbúðarnir. Hér er lyfjurt sem er aldeilis tilbúin að blómstra. Þetta er einhver sjálfsáð flóslyfjurt. Blómstra bláum blómum. Virkilega falleg. Það eru stór og mikil. Minni næstu því á brúsku þegar hún er svona komið fram á mitt sumar. Svo er hérna urðargull sem er svona nokkuð sígrænt.
og ilmgrasið þarna líka. Gott að hafa svona plöntur sem halda sig grænum yfir veturinn. Þessi postulínsblómi hérna sem blómstrar svo fallega á sumrin. Hér er smá tilraun í gangi. Ég gróðsetti nokkra klifurortsíur hérna við vegginn. Hér er mikil sól á sumrin og ég er að vona að þær ná að breiða eitthvað úr sér hérna yfir hennar vegg. Klæðan fyrir mig. Og kannski blómstra líka, hver veit. Hér er Prairie Magic rósin sem hefur loksins komist í gegnum veturinn. Tiltölulega skemmda. Smá galinn í endana en skildum blómstra. Það væri nú ekki leiðilegt. Einar rósina líti alltaf vel út. Svo komið tími til þess að kíkja hérna undir rósaskýlið og sjá hvernig staðan er. Það eru einhverjar byrjaðar að laufgast. Allavega Helena heibrita sést út eldhúsgluggann. Þannig að svolítið spennt að sjá hvernig staðan er hérna undir tóknum. Voru sinni ekki falleg. Þessi stóru blóm. Það er bara eitt núna á þessari fjólubláu en Catherine Hodgins hérna er leiðinu með fullt af knúpum. Bara nokkuð, mögulega kannski bara næsti sóladagur, hvernig sem hann verður. Það er vonandi ekki of löng bið. En þá erum við komið hringinn og garðaröltunni lokið í dag. Ég þakka samfylgdina, sjáumst síðar.